Já, við erum hérna með hana Grímu sem svona ein af umsjónarmönnum gullsprettsins á Laugarvatni. Við lentum í 3. sæti í vali hlaupar á utanvegahlaupi ársins 2016. Segðu mér hérna, hver svona tilurð þessa hlaups? Hvað var til þess að það var ákveðið að setja þetta hlaup af stað? Það var árið 2005 að þá var haldin listahátíð á Laugarvatni, Gullkistan, og okkur dætti í huga að vera með eitthvað skemmtilegt tengt því. Þess vegna heitir það gullspretturinn. Nú hlaupið yfir ár og mýrar og móa og þarna út í vatn og ég veit ekki hvað og hlaupar alveg virkilega, finnst þetta ótrúlega skemmtilegt og spennandi. Þessi leið, hver datt hún í hug? Já, ég veit ekki hvort það var ég eða maðurinn minn eða þetta hefur, ég held að íþróttaskólanemar hafi til dæmis hlaupið þarna áður fyrr, haft reglulega hlaupið í kringum vatnið. En svo bara datt okkur þetta í huga að endurvekja það kannski. Já, þannig að það svona frekar það heldur en að fara upp á veginn og taka eitthvað einfalt götuhlaup, þannig að þetta miklu meira spennandi. Já, þetta alveg bara yndislegt, bara dásamlegt og maður verður allur, þetta svona svolítið mikið drullusvað, mýrar og þetta svo mikið svona fjölbreytni og það allir mjög glaðir sem að hlaupa. Og þið eru þarna hlaupið þarna frá, er það ekki vatninu þarna, Guðböðunum þarna niður frá? Er það frá Fontana eða? Já, rétt við Vígðulaug, rétt hjá Fontana. Það hlaup með hringur. Já, og þið eru með hérna veitingar og alls konar svona eitthvað svona spes, svona, það ekki kannski alveg klassískar svona hlaupaveitingar? Nei, við erum með við bökum rúgbrauð í hvernum og svo fáum við sílung frá Útey og þetta vekur rosa mikla lukku, alveg ótrúlega gott, þetta beint heitt hverabrauð, smjöri og sílungi. Nú hafið verið með fyrir að þá settu þið hámarkið við 200 manns og voru svona langleiðina í það, má ekki búast í bara svipuð í ár? Jú, við settum 300, fjöldatakmar voru 300 manns og það hefur verið í kringum það síðustu 2 ár og við vonum því, það verði eins núna. Já, þannig að þið eru ekkert að baki dóttinu, allir bara að kýla og halda áfram skemmtilegu hlaupi. Já, við getum ekki hætt Við viljum bara endilega halda áfram með þetta er svo skemmtilegt og margir koma að, sjálfboðaliðar og þetta gerir svona skemmtilega stemningu á svæðinu og fyrirtæki duglega styrkja okkur með velunum og veitingastaðir og hótel og Fontana hleypir öllum ofan í. Frítt núna síðast og þannig að þá getum við gefið líka allan ágóðan til einhverja góðgerðamála. Þannig að þegar skráning fer í gang, þá þurfa hlaupar að vera fljótið til og ná sér í miða af því að það er efri mörk á þessu. Já, það er nefnilega málið og ég er farin að fá fyrirspurnir hvenær opna fyrir skráningu og ég held að við verðum að auglýsa það vel á Facebook síðan okkar hvenær hún byrji svo fólk geti skráð sig. Flottir, þakka kærlega fyrir þetta.